Góðan daginn. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Þetta er 9. fundurinn sem ég set hér klukkan 17:04 og fundinn sitja Erla Friðriksdóttir, Kristján Hildibrandsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og Hrafnhildur Hallarsdóttir. Þórarinn Jónsson ritar fundargerð og Jón Sindri Emilsson sér útsendingum en fundurinn stendur út beint og hér er Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri. Ég býð velkomin sem fyrsta fund Kristján Hildibrands og Erla sem ekki komið á þessu kjörtímabili. Býð ykkur velkomin. Býð ykkur öll velkomin á fundinn. Fyrir fundinum eru 24 mál og ég ætla að biðja afbrigði dagskrá að eftirfarandi mál verði tekin á dagskránni með afbrigðum. Heilsuefling eldri borgara í sveitarfélaginu. Hverjir eru samþykkið því að þetta sé tekin með afbrigðum málnúmer sem er sett inn sem málnúmer 23 og það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er fundargerð skóla- og fræðslunefndar frá 4. fundi nefndarinnar og lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Annað mál skipulagsnefnd fundargerð frá 6. fundar nefndarinnar lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Þriðja mál afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 27. afgreiðslufundur fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4 bæjarráðs Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar fundargerð frá 7. fundi bæjarráðs lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 5 færsla hjúkrunarheimilis og staða framkvæmda við HFB í Stykkishólmi. Lagt er hér fram fjárhagsyfirlit vegna framkvæmda við færslu hjúkrunarheimilis í Stykkishólmi ásamt samantekta áföllnum kostnaði miðað við áramót. En upplýsingarnar voru sendar sveitarfélaginu 30. desember 2022. Endurskoðandi sveitarfélagsins mælist til þess að kostnaðarhlutdeild sveitarfélagsins samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdasýslunni í lok árs 2022 verði færð til bókar í ársreikningi 2022. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 6 fundargerð lista- og menningarsjóðs. Hér er lögð fram fundargerð stjórnar lista- og menningarsjóðs sem að fundaði 10. janúar síðastliðinn. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 7 heilsueflandi samfélag í Stykkishólmi. Lagður hér fram samningur heilsueflandi samfélag ásamt samstarfsyfirlýsingu sveitarfélagsins og embætti landlæknisins. Heilsueflandi samfélag er samfélag þar sem að tekið mið af heilsu og velíðan allra íbúa í stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Bæjarráð lagði á 7. fundi sínum til við bæjarstjórn að samþykkja samning heilsueflandi samfélag ásamt samstarfsyfirlýsingu sveitarfélagsins og embættis landlæknis. Orðið er laust undir 7. lið. Og enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir samning heilsueflandi samfélag ásamt samstarfsyfirlýsingu sveitarfélagsins og embættis landlæknis. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er það liður 8 auglýsing byggingarlóða á grunni deiliskipulags miðbæjar austan Aðalgötu. Bæjarstjórn leggur til að Aðalgata 5A og Austurgata 6A verði auglýstar lausar til úthlutunar í samræmi við reglur og úthlutun á lóðum fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði. Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra á 7. fundi sínum. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 8. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það er komið að lið 9 sameiningarviðræður Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar.
Enn á ný lögð fram umsögn örnefnanefndar þær 8 tillögur nafni á hið sameinaða sveitarfélag sem bæjarstjórn samþykkti að senda til umsagnar nefndarinnar á öðrum fundi sínum 30. júní 2022. Bæjarráð samþykkti á 3. fundi sínum að boða til íbúafundar vegna nafns á nýja sveitarfélaginu. Íbúafundurinn fór fram 5. desember síðastliðinn á 7. fundi bæjarráðs var málinu vísað til næsta bæjarstjórnarfundar. Vegna þessa máls þá hérna með smá ávarp. Sveitarfélagið Stykkishólmsbær, áður Stykkishólmshreppur, átti í raun 130 ára sögu en saga Helgafellssveitar var mun lengri enda var grunnur á stofnun Stykkishólmshrepps lagður á seinni hluta 19. aldar þegar fram komu hugmyndir skiptingu Helgafellssveitar upp í 2 sveitarfélög og þá á grunni sóknarskiptingar þess tíma. Það er Stykkishólmssókn og Helgafells- og Bjarnarhafnarsóknir. Það voru aðrir tímar og á þessum árum var hugsunin til dæmis sú að hafa sveitarfélög minni til þess að hafa betri yfirsýn yfir aðflutt og bjargarlaust fólk. Var formlega gengið frá skiptingunni árið 1892 þar sem Helgafellssveit, hinn forna, var skipt upp í 2 sveitarfélög. Þegar fulltrúar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar ákváðu að hefja formlega samningaviðræður var ljóst að 2 nágrannasveitarfélög voru að hefja á jafnréttisgrunni formlegt samtal kosti og áskoranir sameiningar sveitarfélagana. Lauk þeirri vegferð með því að 26. mars 2022 samþykktu 92% íbúa Stykkishólms tillöguna og 79% í Helgafellssveit. Þannig hefur verið sagt að með sameiningu þessara 2 sveitarfélaga á síðasta ári hafi Helgafellssveit hinn forna verið að taka aftur yfir hinn unga Stykkishólmshrepp. Var svo niðurstaða afar ánægjuleg enda hafi sameining Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar verið samþykkt í atkvæðagreiðslu árið 1994 í Stykkishólmi með yfirgnæfandi meirihluta en í Helgafellssveit var hún samþykkt með 24 atkvæðum á meðan 22 höfnuðu sameiningu. Sú atkvæðagreiðsla var hins vegar dæmd ógild vegna of þunnra kjörseðla. Í kjölfarið var hún endurtekið árið eftir og þá var sameiningin felld. Var því sameining Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar afturkölluð árið 1995 eftir endurtekna atkvæðagreiðslu sameiningu. Innviðaráðherra staðfesti 4. apríl sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar í 1 sveitarfélag og tók sameiningin formlega gildi sundaginn 29. maí 2022 en þá tók jafnframt nýkjörinn bæjarstjórn við sameiningu sveitarfélagi Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Ljóst var að bæjarstjórn þyrfti að taka ákvörðun nafn á hinu nýja sameinuðu sveitarfélagi. Var sett á laggirnar söfnun hugmynda nafn sameinuðu sveitarfélags Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar og var hugmyndasöfnin öllum opin. Allar tillögur birtust nafnlaust á vefsvæði og tekið fram að sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags tæki endanlega ákvörðun heiti sveitarfélagsins. Alls báru 73 tillögur og voru helstu tengingarnar samkvæmt tillögunum með einhverjum útfærslum við Stykkishólm, Þórsnes, Helgafellssveit og Breiðafjörð. Á öðrum fundi bæjarstjórnar sameinaðs sveitarfélags voru lagðar fram hugmyndir að nafni sameinaðs sveitarfélags sem bárust í samráðsgátt og samþykkti bæjarstjórn samhljóða að senda eftirfarandi nöfn til umsagnar hjá örnefnanefnd. Þessi nöfn voru Þórsnesþing, Stykkishólmsbær og Helgafellssveit, Stykkishólmur og Helgafellssveit, Helgafellssveit, Sveitarfélagið Stykkishólmur, Breiðafjarðarbær og Breiðafjarðarbyggð. Af þeim nöfnum sem örnefnanefnd fékk til umsagnar taldi hún nöfnin Þórsnesþing, Stykkishólmsbær og Sveitarfélagið Stykkishólmur falla best af nafnagifta hefð í landinu en nefndin lagðist gegn nöfnunum Stykkishólmsbær og Helgafellssveit, Stykkishólmur og Helgafellssveit, Breiðafjarðarbær og Breiðafjarðarbyggð. Bæjarstjórn samþykkti í kjölfarið að stofna til íbúafundar vegna nafns á nýja sveitarfélaginu þar sem kynnt yrði greinargerð örnefnanefndar og boða til samtals niðurstöðu örnefnanefndar og fyrirliggjandi tillögur. Sá fundur var haldinn 3. desember 2022 og var vel sóttur. Á fundinu sköpuðust gagnlegar og góðar umræður nafni sameinaðs sveitarfélags. Á 7. fundi bæjarstjórnar kom fram að bæjarfulltrúar væru sammála því að 2 nöfn kæmu til greina. Sveitarfélagið Stykkishólmur eða Stykkishólmsbær. Að þessu sögðu tel ég persónulega að það færi betur á því að nýtt nafn á hinu nýja sameinaða sveitarfélagi verði Sveitarfélagið Stykkishólmur, þar sem það nafn heldur rótgrónu nafni Stykkishólms á lofti ásamt því að gefa til kynna að þarna sé ekki aðeins þéttbýlt svæði að ræða, heldur einnig dreifbýli. En það liggja þessar 2 tillögur fyrir fundinum
og greiddir atkvæði hvort nafni verði fyrir valinu með handauppréttingu. Áður en að gengið verður til atkvæðagreiðslu gef ég orðið í lust. Erla Friðriksdóttir, bæjarfulltrúi í Ylista, við byrjum orðið. Gerðu svo vel, Erla. Ágætu bæjarfulltrúar og kennarar. Mér var bent á það þegar ég var að ganga hérna inn á fundina, ég veri eina bæjarfulltrúin sem ekki ber þetta starfsheiti, kennari. Nei, þú ekki lengur, það er rétt. Þá erum við tvær, þannig ég þarf nú kannski ekki að hugsa minn gang svo mikið. En ég er allavega eina af ykkur sem ekki starfað í skóla. En varðandi nafnið, þá hefði ég náttúrulega helst vilja sjá þessar 3 tillögur fara í kosningu, þannig að íbúi fengið að velja þessar 3 tillögur sem að öðru nefna nefnd er að mæla með, en það var ekki. Af þessum 2 nöfnum sem að eftir standa, Sveitarfélagið Stykkishólmur og Stykkishólmsbær, sem að fyrir mér eru nú bara mjög svipuð, en Stykkishólmsbær hefur þó það allavega fram yfir hitt nafnið að það er ódýrara að halda því. Til dæmis þeir sem að sjá hérna framan á púlti, það er ekki að breyta því til dæmis, ekki bréfsefni og engu að breyta, þannig að við höldum því sem að bara til er. Við erum líka í viðræðum við önnur sveitarfélög sameiningar. Þannig að við vitum svo sem ekki hvenær það kemur að því næsta að skipta nafn, en það getur orðið innan tíðar, hver veit. Þannig að ég allavega styð nafni Stykkishólmsbær. Takk fyrir þetta, Erla. Ég er vissulega fyrrverandi kennari. Fleiri sem vilja taka til máls? Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Göngum við til atkvæðis. Þeir sem eru fylgjandi nafninu Sveitarfélagið Stykkishólmur, réttum hönd. Sveitarfélagið Stykkishólmur. Það eru 4. Þeir sem eru fylgjandi nafninu Stykkishólmsbær, gefið merki. Og það eru 3 sem eru fylgjandi Stykkishólmsbær. Samkvæmt þessari niðurstöðu, þessari atkvæðagreiðslu, þá fékk nafnið Sveitarfélagið Stykkishólmur 4 atkvæði, en nafnið Stykkishólmsbær fékk 3 atkvæði og þar með telst það samþykkt Sveitarfélagið Stykkishólmur. Ég var að taka örstutt fundarlið eftir þessa atkvæðagreiðslu. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta,
einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar.
Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin. Takk. Þá höldum við áfram eftir fundarhlé. Einhver sem vil kveða sér ljós eftir ákvörðslu á 9. lið. Erla Friðriksdóttir, bæjarfulltrúi Ylistans, hefur beðið orðið. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Kannski þessi niðurstaða er svo sem ekki átt að koma mér á óvart vegna þess að ég rak mig á það í gögnum sem fyrir fundinu liggja að þar er einmitt talað sveitarfélagið Stykkishólmur. Þannig að það er greinlegt að meiri hlutin hefur búin að ákveða þetta nafn áður en fundurinn hófst og fyrir þessa atkvæðagreiðslu. Þannig að en til hamingju með neitt nafn á sveitarfélaginu. Takk sömuleiðis öll með nýtt nafn. Fyrir hönd Hálistans þá vil ég óska eftir því að eftirfarandi athugasemd verið fært í bókar afstöðu bæjarfulltrúa Hálistans til þessa máls. En bæjarfulltrúum Ylistans er velkomin að skrifa undir þessa bókun líka. Á íbúafundi sem haldinn var vegna nafns á hinu nýja sameinaða sveitarfélagi þar sem kynnt var greinargerð örnefnanefndar og íbúum boðið til samtals niðurstöðu og fyrirliggjandi tillögur hennar kom fram sterkt ákall að kenna hið sameinaða sveitarfélag við Stykkishólm. Í kjölfar þessa fundar hafa bæjarfulltrúar Hálistans fundið fyrir ákallum sérstaklega frá íbúum í dreifbýli að nafnið Stykkishólmsbær endurspegli ekki nægilega vel hið sameinaða sveitarfélag. Hefur meðal annars verið bent á að eftirliðurinn bær eigi frekar við þéttbýli, rétt eins og sveit eigi við dreifbýli. Hálistinn telur að með nafninu sveitarfélagið Stykkishólmur sé betur komið til móts við þessi sjónarmið og náið jafnframt betur utan hið sameinaða sveitarfélag. Gefur það nafn til kynna að í sveitarfélaginu sé ekki aðeins þéttbýlissvæði að ræða, heldur einnig dreifbýli. Það liggur fyrir að formlegar viðræður eru sameiningu sveitarfélaga á svæðinu sem myndi leiða til þess að nafnið taki aftur breytingum en þar sem sveitarfélagi mun vera kennt við Stykkishólm mun ekki felast í því nein breyting á lénum eða öðrum þáttum hvað varðar kostnað við því nýja nafn. Nafnið sveitarfélagi Stykkishólmur er jafnframt í samræmi við umsögn örnefnanefndar sem taldi fara vel á því að kenna nýsameinað sveitarfélag við Stykkishólm og samkvæmt örnefnanefnd samræmist það nafns meginsjónarmiðum örnefnanefndar nöfn sveitarfélaga. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Hálistans, Hrafnhildur Hallvarsdóttir, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Þórhildur Eyþórsdóttir. Og enn og aftur til hamingju við að vera komin með niðurstöðu þetta nafn á nýju sveitarfélagi sem bráð fyrir að vera Eiðsás. Þá komum við að lið 10, Austurgata 6, umsóknum byggingarleyfi. Lögðu fram umsókn Rerum EHF fyrir hönd Helga Björgus Haraldssonar leyfi fyrir svölum á suðvesturhlið Austurgötu 6 ásamt frekari gögnum. Þar sem umrædd breyting er ekki í samræmi við deiliskipulagsskilmála vísar byggingarfulltrúi erindum til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd gat ekki á 6. fundi sínum fallist á umsókn Rerum EHF byggingu Svala þar sem fjarlægð þeirra út frá húsinu var ekki í samræmi við skipulagsskilmála í gildandi deiliskipulagi. Óski umsækjandi eftir að vinna óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með hliðsjón af framlögðum uppdráttum tekur nefndin fyrir sitt leyti jákvætt í það og felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna skipulagsbreytinguna fyrir lóðarhöfum Austurgötu 4, Skúlagötu 2 og Skúlagötu 4 í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Berist engar athugasemdir felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarheimild samkvæmt uppfylltu skilyrðum 2, 4,
3. greinar byggingarreglugerðar. Bæjarráð staðfesti á 7. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar. Þetta er lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 9. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 11, Birkilundur 27, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Lögð hér fram umsókn Hafnargata EHF fyrir stækkun á frístundahúsi við Birkigörðum 27 ásamt innanhúsbreytingum samkvæmt aðaluppdrætti dagsettu 18.12.2022. Húsið er skráð 33 fermetrar og verður eftir stækkun 68,4 fermetrar. Stækkun er á steyptum staurum og meginburðarverki hússins er timbur þar sem ekkert er kveðið á byggingarmagn í gildandi deiliskipulagi frá 1984, vísaði byggingarfulltrúi erindum til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd hafnaði á 7. fundi sínum umsókn Hafnargötu EHF stækkun á frístundahúsi þar sem staðsetning hússins er ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag og grein 5.3.2.12 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Einnig eru lagðar fram frekari upplýsingar málið. Bæjarráð staðfesti á 7. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar. Þetta er lagt fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 11. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 12. Hamraendi 4, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Lögð hér fram athugasemd úr grenndarkynningu vegna byggingaráforma og byggingarleyfis fyrir Hamraenda 4 ásamt forsögu máls. Skipulagsnefnd samþykkti á 7. fundi sínum fyrir sitt leyti að fyrirhuguð bygging verði farið nær spennistöð og lóð Rarik en þó ekki nær en 2 metrum frá lóðamörkum. Nefndin gerir kröfum að langveggur byggingarinnar sem snýr að lóð Rarik verði steyptur sem nemur hæðamörkum lóð Rarik og gengi frá lóð með fyllingu og byggingu. Lögð fram tillaga afgreiðslu í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs sem staðfesti ákvörðun skipulagsnefndar. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi umsókn með þeim breytingum sem liggja fyrir og samþykktar voru af hálfu skipulagsnefndar þar sem afstaða var tekin til framkomin athugasemda eftir að byggingarleyfis umsóknin var grenndarkynnt fyrir þeim sem hagsmuna átt að gæta með lögmæltum 4 vikna athugasemdafresti samkvæmt 44. grein skipulagslaga og vísar umsókninni til fullnaðarafgreiðslu byggingarfulltrúa. Orðið er laust undir lið 12. Enginn kveður sér hljóðs. Hverjir eru samþykkir þessari fyrirliggjandi umsókn samkvæmt þessum texta sem ég las? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 13. Erla Freyrisdóttir, bæjarfulltrúi Íslandsvíkur á fundi. Lið 13, áskinn 6, fyrirspurn. Lögð hér fram fyrirspurn Erlu Freyrisdóttur til byggingarfulltrúa frá 14. nóvember 2022 breyting á skipulagsskilmálum fyrir áskinn 6 úr einnarhæðar einbýli, tvíbýli eða þríbýli í raðhús með 4 íbúðareiningum. Einnig lögð fram saga málsins til frekari upplýsinga. Skipulagsnefnd tók á 7. fundi sínum jákvætt í fyrirspurn lóðarhafa. Sækir lóðarhafi breytingu á notkun lóðar samkvæmt framlögðum gögnum. Fylgir nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða breytingu fyrir lóðarhöfum áskinn 3, 4, 5 og 7 og áskilið 5, 7 og 9 samkvæmt 1. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Berist ekki athugasemdir úr grenndarkynningu fylgir nefndin umhverfis- og skipulagsviði að útbúa nýtt lóðarblað og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi að uppfylltu skilyrðum nr. 244 byggingarreglugerðar 112/2012. Bæjarráð staðfesti á 7. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar. Orðið er laust undir lið 13. Enginn kveður sér hljóðs. Þetta er lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Það er samþykkt samhljóða.
Erla Freyrisdóttir kemur aftur inn á fundinn. Og það kom að lið 14. Áform breytingu á lögum veiðar í fiskveiði landhelgi Íslands og lögum stjórn fiskveiða. Hér lögð fram áform matvælaráðuneytisins breytingu á lögum stjórn fiskveiða og lögum veiðar í fiskveiði landhelgi Íslands eða veiðistjórn grásleppu ásamt frummati á áhrifum lagasetningarinnar. Bæjarráð fagnaði á 7. fundi sínum fyrirliggjandi áformum og þeim markmiðum sem stefnt að í þeim en lagði áherslu á að samráð verði haft við sveitarfélagið, vinnslur og sjómenn við Breiðafjörð við gerð og setningu reglugerðar í framhaldi að fyrirhugaðri lagasetningu. Að öðru leyti tók bæjarráð undir ályktun aðalfundar bátafélagsins Ægis málið og vísar til þeirra ályktunar. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið lust undir lið 14. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 15, uppbygging Víkurhverfis. Lagt er hér fram minnisblað verki sem hönnun á fráveitukerfi fyrir nýtt Víkurhverfi í Stykkishólmi og þá valkosti sem fyrir liggja. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum valkost 1 fyrir fráveitukerfi hverfisins og er afgreiðsla bæjarráðs lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er list undir lið 15 uppbyggingu Víkurhverfis. Erla Friðriksdóttir, bæjarfulltrúi í lista, gerð svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að lesa upp hérna eina bókun. Ég hef allavega kosið að sitja hjá undir þessu lið. Við erum hérna frá Ílistanum með svohljóðandi bókun. Undirritið fagnar því að unnið sé á kostnaðarmati á Víkurhverfi til að fá sem besta mynd þarf einnig að fá kostnaðarmat fyrir gatnagerð. Þegar allur kostnaður fullnaðar frágang á hverjunni liggur fyrir er hægt að meta kostnað við fyrsta áfanga þess og hvernig framkvæmdu verið háttað og ákveð löngum tíma. Það er enn skoðun okkar að ekki sé tímabært að hefja framkvæmdir á þessu ári með tilliti fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, vaxtastigs, verðbólgu og aðstæðna í þjóðfélaginu. Og undir þetta ritar íbúalistinn Ragnheiður, Kristján og Erla. Takk fyrir þetta Erla. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Vegna bókunar í listans þá kannski rétt að upplýsa það að það liggur fyrir kostnaðaráætlun og lá fyrir en kannski var það verið að bíða eftir ítarlegri kostnaðaráætlun og kostnaðargreiningu á Víkurhverfinu en gatnagerð, kostnaðar og gatnagerð og annað liggur fyrir og lá fyrir í fjárhagsáætlunargerð í síðastliðið haust. Þannig að ég þó hér með komið á framfæri. Takk fyrir þetta Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir lið 15. Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Það er samþykkt af 4 bæjarfulltrúum. Hverjir sitja hjá? Það er 3 sem sitja hjá. Gátt það bara á hreinu. Liður 16 samrekstur á embættum skipulags- og byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi. Fyrir liggur að byggingarfulltrúi hefur sagt upp störfum og hefur störf hjá verkfræðistofu næstu mánaðamót. Lagt er til að fela bæjarstjóra að gera verktakasamning í gegnum verkfræðistofu við núverandi byggingarfulltrúa að sinna áfram lögbundum störfum byggingarfulltrúa eða eftir attökum aðra verkfræðistofu framvegis í verktakavinnu. Það til ráðið verður í stöðu byggingarfulltrúa hjá sameiginlegu sviði umhverfis og skipulagsmála. Bæjarráð fór bæjarstjóra á 7. fundi sínum að ganga til samninga stöðu byggingarfulltrúa. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er lust undir lið 16. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 17, húsnæðisáætlun 2022. Lögð er fram drög á húsnæðisáætlun fyrir árið 2023. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum fyrirliggjandi drög og vísaði áætlun til fyrir umræðu í bæjarstjórn. Orðið er lust undir lið 17. Enginn kveður sér hljóðs.
Bæjarstjórn samþykkir húsnæðisáætlun fyrir 2023 og vísar henni til síðar umræðu í bæjarstjórn. Hverju samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 18, miðstöð öldrunarþjónustu í Stykkishólmi. Á 7. fundi bæjarráðs fór bæjarráð vandalega vanda bæjarstjóra þarna. Á 7. fundi bæjarráðs fór bæjarráð að auglýsa stöðu forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu. Í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs er lögð fram tillaga að bókun bæjarstjórnar áætlun um ráðningu forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu ásamt auglýsingu. Áætlunin gerir ráð fyrir að bæjarstjórn taki ákvörðun um ráðningu að bæjarstjóri sé falinn undirbúningur ákvörðunar með aðstoð ráðgjafa frá Attendus. Stofnaði nýtt starf forstöðumanns öldrunarþjónustu. Orðið er laust undir lið 18. Ragnheiður, Harpa, fulltrúi í lista gerðu svo vel. Forseti og aðrir nefndamenn. Undirrituð leggja til að fresta málinu þangað til að þeir þættir sem tilgreindir eru með í meðfylgjandi greinargerð liggja fyrir. Undirrituð fagna því að það sé verið að skoða hvernig hægt sé að bæta öldrunarþjónustu á vegum sveitarfélagsins. Við teljum að byrja sig á röngum enda með því að auglýsa eftir forstöðumanni núna. Fyrst þarf að fara í stefnumörkun á hlutverki miðstöðvar öldrunarþjónustu, hvaða þjónusta verði í boði, hver umsvif og mannaforráð verði á stofnuninni, hvernig samskiptum og verkaskiptingu við HVE og félags- og skólaþjónustu Snæfellinga verða háttað. Einnig þarf að liggja fyrir hvaða kostnaðarauki felst í stofnun miðstöðvarinnar næstu 3-4 ára. Að þessu loknu er hægt að gera starfslýsingar fyrir stofnunina. Í fyrra skilaði starfshópur öldrunarþjónustu á Vesturlandi skýrslu til SSVAF málaflokkinn. Í kjölfarið var Guðjón Brjánsson ráðinn sem ráðgjafi SSVAF til að vinna að frekarum útfærslum á tillögum hópsins. Einnig er í gangi endurskoðun á öldrunarþjónustu á landsvísu og munu forsvarsmenn þess funda ásamt Guðjóni með sveitarstjórnarfólki og lykilaðilum í málaflokknum á Vesturlandi, þar á meðal félags- og skólaþjónustu, HVE föstudaginn 3. febrúar. Þessi fundur og áframhaldandi vinna þessara aðila munu gefa mikilvægar upplýsingar hvernig við mótum öldrunarþjónustu til framtíðar. Og undir þetta skrifa Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Kristján Hildibrandsson og Erla Friðriksdóttir. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Undir lið 18. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti. Svo tillaga sem liggur hér fyrir fundinum er þá að auglýsa starf forstöðumanns fyrir nýja miðstöð öldrunarþjónustu í sveitarfélaginu sem var í rauninni sett á fót í fjárhagsáætlun fyrir þá þetta ár í ár og gert ráð fyrir að þessari stofnun þessa sviðs deildar í þeirri fjárhagsáætlun og varðandi þá þessari ítarlegri stefnumörkun sem að kallað er eftir og þá velti ég fyrir mér kannski, væri fróðlegt að vita svar við því frá bæjarfulltrúum í-listans, hvað nú liggur fyrir að flutningur mun eiga sér stað eftir kannski 2-3 mánuði frá hjúkrunarheimilinu. Það liggur fyrir stefnumörkun í málefnum eldri borgara hér í Stykkishólmi eða málefnum eldra fólks samkvæmt skýrslu sem að vitna til áðan í fyrra. Gert er ráð fyrir því að þetta nýja starf muni vinna í samræmi við þá stefnumörkun. Ef ástæðan fyrir að það sé verið að fara af stað sem var sáttar í bæjarráði að gera
var náttúrulega vegna þess að við erum svolítið bundin að því að mynda einhvern kjarna upp á skólastig 14 eftir að hjúkrunarheimilin færist yfir. Og þess vegna verðum við að bregðast hratt við og þess vegna getum við ekki beðið eftir þeirri vinnu sem að minnst á hér áðan, sem þá starfshópur á vegum SSVAF sem var settur undir að fót eftir að við hófum okkar vinnu hér og svolítið talast svo sem bæði skýrsla starfshópsins á vegum SSVAF og skýrsla öldrunarmál hérna hjá okkur og stefnumörkunin okkar talast svolítið, halda svolítið í hendur, sambærilegar. En allt gengur út á það sama, það samþætta heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og síðan það kannski verið að horfa til okkar sérstöðu hér, þar sem við erum með einstaklinga upp á skólastig 14 sem að þurfa þjónustu þegar flutningun á sér stað og þá þurfum við einhvern utanumhald í kringum þá þjónustu og þessi forstöðumaður mun þá leiða þá uppbyggingu sem að mun eiga sér stað þar í samræmi við stefnumörkun þá stefnumörkun sem liggur fyrir því þetta hægt útlista svona í þessari stefnumörkun. Gjaldskrárnar og allt liggi fyrir þetta bara eftir að klára að forma þetta með þá forstöðumanni til þess að leiða þessa stefnumörkun áfram. Því annars erum við kannski bara að horfa fram á það við sem að bíða eftir að starfshópur á vegum SSVAF bregðist við og jafnvel hugmyndin náttúrulega svo að ég nú búin að funda með Guðjóni Bránsinni þetta mál og mun sitja þarna fund líka náttúrulega þannig 3. febrúar að hugsanlega verður einhver svæði á Vesturlandi tekin sem tilraunaverkefni hugsanlega frá ráðuneytinu. Það hefur ekki áhrif sjálfur sér á þessa vegferð hér. Sko. Það mun þá bara, og ég er rætt að við Guðjón Brjánsson, sko. Og við munum vera opin fyrir öllu samstarfi og vinnu í rimmileg samræmi þessar stefnumörkur sem liggur fyrir í stefnu í málum eldra fólks í Stykkishólmi. En ég er bara hræddur það að ef þessu máli verið frestað þá situm við kannski uppi eftir kannski einhverja vikur, við veitum ekki nákvæmlega hvenær flutningur á sér stað en það verið að reyna að flytja hjúkrunarheimili sem fyrst niður á Austurgötu með kannski svona ákveðið tómarúm upp á skólastig 14 sem alls ekki gott fyrir þá sem í búseturétti búin því að sumir hverjir reiði sig mjög mikið á óbeina þjónustu í hjúkrunarheimilisins og hugsunum í starfshópnum hér og í þessi stefnumörkun með þessari stofnun miðstöðvar öldrunarþjónustu sér að reyna að koma töluvert til móts við þennan hóp sem að hugsanlega hefur reitt sig einhver leyti á óbeina þjónustu í hjúkrunarheimilisins og milda þá áhrif þessara færslu fyrir þá eldri borgarar sem að hafa notið þennan óbeina stuðning. Þannig að ég held að eins og máli liggur fyrir núna að þá sé ekki tilefni til þess að fresta þessari afgreiðslu til vinnumála áfram. Sérstaklega þegar það liggur fyrir hvað er í húfi eða hvaða áskoranir liggja fyrir hjá okkur varðandi þá þjónustu við eldra fólk í sveitarfélaginu. Og ég held að þessi stefnumörkun sem var mótuð árin 2022 á 2-3 árum liggi nú bara fyrir og er skýr og það er rimmilega beinlínis verið að vinna í samræmi við þá stefnumörkun með þessari tillögu hér og þessu stuðugildi sem að mun þá hjálpa okkur að innleiða þessa stefnu með betri hætti sem fyrst. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Steinunn, bæjarfulltrúi Hálista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu fundamenn. Ég vildi nú bara koma hérna upp til þess að taka undir orð bæjarstjóra. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við göngum í þetta verk sem fyrst til þess að minnka þann óróa sem getur skapast
hjá eldri íbúum sem ekki flytjast á hjúkrunarheimilið. Þessi forstöðumaður sem ræðir, þetta náttúrulega eitthvað sem verið að móta, væri þá þeirra tengiliður og myndi skapa ákveðið öryggi fyrir þennan hóp, því að eins og við vitum að þá allar breytingar eru oft erfiðar og ekki síður eftir því sem við eldumst. Þannig að ég sé það meira fyrir mér þannig að þessi þá forstöðumaður geti verið bein tenging í þessari samþættingu líka og tekið þátt í henni. Þannig að ég sé ekki ástæðu til þess að fresta þessu máli. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Ragnheiður, Harpa, bæjarfulltrúi í Ylsta, gerðu svo vel. Forseti og aðrir nefndarmenn. Með þessari tillögu okkar vorum við ekki að lýsa yfir andstöðu okkar við fyrir áætlunum. Við erum meira og við erum alls ekki á móti því að það verður haldið utan þessa þjónustu og staðið sig að við stöndum okkur vel fyrir aldraða. Það sem við erum aðalega að skoða er að forstöðumaður er náttúrulega yfirleitt yfirmaður og það er talað í gögnum með mannaforráð. Það sem við höfum áhyggjur af er að þetta verður kannski einhver deild innan sveitarfélagsins sem gæti kostað okkur svolítið mikið og með að við stærð sveitarfélagsins og að þá bara veltum við því fyrir okkur hvernig þessari vinnu verður háttað, hvaða hlutverk þessi aðili hefur, er hann að fara í fleiri störf en bara stjórnun eða það er það sem okkur finnst óskýrt og við viljum fá nánari svörum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, að því að óskar eftir upplýsingum hvað forstöðumaður, hver starfsvið hans væri, þá vísast bara til fyrirliggjandi auglýsingar og með leyfi forseta ábyrgð á stjórnun og rekstri stuðningsþjónustu í Stykkishólmi og Helgafellssveit samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og heimilisþjónustu og fleira. Búið er að fundi með forstöðumanni félags- og skólaþjónustunnar hvað þetta varðar. Markmið stuðningsþjónustu er að aðstoða og þjálfa notendur sem þurfa aðstæðna sinna vegna á stuðningi að halda við athafnir daglegs lífs og eða rjúfa félagslega einangrun og skal stefna því að efla þjónustuþega til sjálfbjargar og gera þeim kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Ábyrgð á stjórnun og rekstri félagsstarfs eldra fólks í samstarfi við tómstund- og æskulýðsfulltrúa. Ábyrgð á daglegum störfum í málaflokknum svo sem umsjón með umsjónarferlum, þjónustu, samskiptum við þjónustuþega og aðstandendur þeirra, markmiðasetningu og gæðastarfi fyrir málaflokkin, innleiðingu stefnumótunar og þróun málaflokksins hjá sveitarfélaginu og síðan ábyrgð á upplýsingamiðlun og fréttum og viðburðum og öðru slíku. Ég held að liggi nokkuð ljóst fyrir hvert ábyrgðarsvið og helstu verkefni þessa forstöðumanns muni vera samkvæmt auglýsingunni og þá starfslýsingin samt á sama móti, á sama stað sem við hefum. Og eins og stendur í auglýsingunni jafnframt þá mun sveitarfélagið auglýsa eftir forstöðumanni í nýtt starf til að veita forstöðu og leiða stofnun nýs sviðs öldrun og stoðþjónustu í Stykkishólmi og Helgafellssveit. Það liggur fyrir stefnumörkunin, það liggur fyrir hvað við ætlum að gera og hvert við erum að stefna í stefnumörkuninni sem var mörkuð og starfsfólk skilaði af sér á síðasta vor. Þetta er ekkert ósvipað því að þegar við stofnum sameiginlega með sveitarfélögum á Snæfellsnesi hér nýtt svið, umhverfis- og skipulagssviðs. Það sem að forstöðumanni þess sviðs var falið að þetta auglýst með þeim hætti að sá forstöðumann aðstoða okkur verið að innleiða og þá stefnum okkur sem lág fyrir á þeim tíma og búið að leggja upp með. Þannig að þetta er mjög sambærilegt og það
þá sviðsstjóri sem voru auðlýst á þeim tíma í samstarfi við önnur sveitarfélög á Nesinu. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Erla Friðriksdóttir, bæjarfulltrúi í Ylista, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi, mér heyrist nú ekki mikil hljómgrunnur fyrir að fresta þessu eins og við erum að leggja til, þannig að ég ætla að koma hérna með varatillögu. Undirritið leggja til að skipið verði hæfnisnefnd samsvarandi og við ráðningu skólastjóra til að semja starfslýsingu og meta umsóknir nýtt starf forstöðumanns á nýrri stofnun. Og undir þetta ritum við íbúalistin Ragnheiður Kristján Erla. Takk fyrir þetta, Erla. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Ég ætla að taka fundarhlé. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, saminni kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt.
Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státa svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð.
Og hver sá sem fer þar verður snortin af faguri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni. Heldur bæjastæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með ótilhendi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortin af faguri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni. Heldur bæjastæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með ótilhendi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja
að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státa svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi, fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státa svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Þá höldum við áfram eftir fundarhlé. Við erum í máli 18 miðstöð öldrunarþjónustu Stykkishólmi og orðið hlust. Jakob Björgvin Gerðsson.
Forseti, bara til þess að hafa skýrleikan á þessi afgreiðslu og ef samþykkt er að fresta ekki málinu og þá fallast á tillögu fulltrúa í-listar sem gerð með sambærilegum hætti og með skólastjóra, þá legg ég bara til þá breytingartillögu til að fanga það með skýrar hætti og breytingartillögu þá er þá svo hljóðandi: forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra er í sameiningu falið að annast undirbúning ráðningar forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu í samvinnu við hæfninefnd sem skipuð verður aðalmönnum í bæjarráði með hliðsjón af áætlun ráðningu skólastjóra og framlagði áætlun sem liggur þá fyrir fundinum og gera tillögu að ráðningu til bæjarstjórnar. Það mætti þá fanga raunverulega megin inntaki tillögu í-listans að skipuð hæfnisnefnd í samræmis við það sem er lagt með ráðningu skólastjóra. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Enginn sem vill hvað þessi ljós. Þá les ég upp tillögu í-lista. Undirrituð leggja til að fresta málinu þangað til að þeir þættir sem tilgreindir eru í meðfylgjandi greinargerð liggja fyrir. Á ég að lesa greinargerðina aftur? Hverjir samþykkja þessa tillögu í-lista? Hverjir eru á móti þessari tillögu í-lista? Tillögu í-lista er felld. Þá les ég tillögu Jakobs. Þess hún gengur lengra en breytingartillaga bæjarstjóra og tillögu í-lista. Forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra er í sameiningu falið að annast undirbúning ráðningar forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu í samvinnu við hæfninefnd sem skipuð verður aðalmönnum í bæjarráði með hliðsjón af áætlun ráðningu skólastjóra og framlagðri áætlun og gera tillögu á ráðningu til bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkir breytingartillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykki þessari breytingartillögu? Forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra er í sameiningu falið að annast undirbúning ráðningar forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu í samvinnu við hæfninefnd sem skipuð verður aðalmönnum í bæjarráði með hliðsjón af áætlun ráðningu skólastjóra og framlagðri áætlun og gera tillögu á ráðningu til bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkir til breytingartillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykki þessari breytingartillögu? Og hún er samþykkt samhliða. Þá höldum við áfram. Við erum komin að lið 19. Snjómokstur gatna og gönguleiða. Fyrirgefðu. Voru komin nýjan text? Þetta er forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra er í sameiningu falið að annast undirbúning ráðningar forstöðumanns miðstöðvar öldrunarþjónustu í samvinnu við hæfninefnd sem skipuð verður aðalmönnum í bæjarráði með hliðsjón af áætlun ráðningu skólastjóra og framlagðri áætlun að gera tillögu að ráðningu til bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkir breytingartillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykkir þessu? Hver eru á móti? Og hver sitja hjá?
Það er 4 sem greiða atkvæði með og 3 sitja hjá. Þá komum við að lið 19 snjómokstur gatna og göngulega. Lagðar eru fram verklagsreglur snjómokstur í sveitarfélaginu en á 7. fundi bæjarráðs var fjallað útfærslu á þjónustu á snjómokstur í dreifbýli. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum að viðhafa sama fyrirkomulag varðandi snjómokstur í dreifbýli og var í Helgásveit fyrir sameiningu þar til annað hefur verið ákveðið. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 19 snjómokstur gatna og göngulega. Kristján, gerð svo vel. Frú forseti og ágæta bæjarstjórn, ég ætla að lesa hér upp tillögu. Tillaga okkar er að þetta mál verið vísað til dreifbýlisráðs og með því langar okkur að ýta á að dreifbýlisráð verði sett á laggirnar. Snjómoksturinn í Helgafellssveit var ábótavanur fyrir sameiningu, bæði af hálfu vegagerðarinnar og sveitarfélagsins og ein af gulrótum fyrir sameiningu var stefna betri samgöngur. Okkur finnst því ekki við hæfi að stefna okkar hér verða að halda áfram með snjómoksturinn í sveitinni eins og áður var gert. Við vitnum í eina af tillögum sameiningarnefndarinnar. Reglur snjómokstur í dreifbýli verði endurskoðaðar og útfærðar í samráði við dreifbýlisráð. En dreifbýlisráð hefur enn ekki verið stofnað. Undir þetta ritar íbúalistinn Kristján, Erla og Ragnheiður. Þakka Kristjáni bæjarfulltrúa í lista. Orðið er laust. Jakob Björgvin biður orðið. Gerðu svo vel. Forseti, ég náði nú ekki alveg tillögu í listans í þessu máli, en ég heyrist hún byggja á misskilningi, hreint og beint. Og til enga ástæðu til að fresta þessu máli. Málið er á dagskrá einmitt út af því að dreifbýlisráð hefur ekki verið stofnað. Það var verið að bíða eftir að dreifbýlisráð væri stofnað til þess að geta tekið þetta til afgreiðslu þar. Og ástæðan fyrir því að dreifbýlisráð ekki stofnað er að ráðuneytið ekki búin að setja reglugerð. Þannig að það er verið að vinna nákvæmlega í samræmi við stefnumörkun sem var í samstarfstöðum sameiningu sveitarfélaganna og það er eina ástæða fyrir því að það er ekki búið að taka til umfjöllun dreifbýlisráði, ekki frekar en önnur mál, er svo að það er ekki hægt að kjósa dreifbýlisráð eins og staðan í dag. Þetta er tekið hér til afgreiðslu til stefnumörkunar einungis til þess að forma, að því að það var gert náttúrulega ráð fyrir því að við værum búin að stofna dreifbýlisráð bara sumar eftir sameininguna. Og að dreifbýlisráð hefði þó getað komið að setningu reglna snjómokstur strax því ágúst september á síðasta ári. En vegna lagabreytingar sem var gerð á sveitarstjórnarlögum síðasta sumar sem kveður á það þurfa að setja sér reglur íbúakosningar, eins og við höfum farið yfir hér áður þessu fundum og í bæjarráði einnig, að þá hefur þau verið ómöguleiki í því að kjósa í þetta dreifbýlisráð og þar með hefur dreifbýlisráð ekki getað fjallað þetta mál hér, en eftir sem áður situr starfsmenn sveitarfélagsins svona uppi með þetta í fanginu á nokkru stefnumörkunar og hér er bara verið að mynda þessa stefnumörkun hér á þessum fundi þá að halda sambærilegri þjónustu og var í Helgafellssveit og eins og var í Helgafellssveit fyrir sameiningu. Þangað til dreifbýlisráðið hefur fjallað þá tillögur snjómokstur í dreifbýli.
Og þetta var, og við ræddum þetta svo sem þetta var fjallað þetta í bæjarráði og þetta var ætti að vera mjög skýrt en eitthvað hefur þetta skolast þá til. En þetta þá bara hér með koma framfæri og leiðir rétt og ég legg til að þessi afgreiðsla bæjarráðs verði staðfest. Þess að auðvelda starfsfólki sveitarfélagsins snjómokstur í dreifbýli. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust undir lið 19, snjómokstur, gatna og göngulega. Erla Freyðisdóttir, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég get alveg fallist á það að samþykkja þetta með því fyrirvara að þetta fari þá í umsókn til dreifbýlisráðs þegar það verður stofnað. Og vonandi verður það nú bara líka sem fyrst. Ég veit ekki hvernig staðan á þessu er hjá ráðuneytinu, en þetta er orðið ansi langt að það fyrir bráðum vera ár sem þetta kjörtímabil hófst og hjá sameinuðu sveitarfélagi, þannig að það er nú orðið ansi brýnt að dreifbýlisráð verði stofnað. Takk fyrir þetta. Við erum líka orðin langið að bíða eftir reglugerð. Fleiri sem vilja taka til mál. Kristján, bæjarfulltrúi í lista, gerðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Mig langaði bara til þess að bæta við þetta að dreifbýlisráð, mig langaði til þess að hvetja til þess að bara að vera haldið áfram og það bara sem fyrst með það. Við skilst að þetta strandi á einmitt hvernig kosninga á að vera hafið en það hafa oft verið kosningar í Helgafellssveit og sama fyrirkomulag gæti gengið þar. Þegar dreifbýlisráð, það var hugmynd, eins og hvernig ég skil hugmyndina bak við það var að það væri svona innleiðing fyrir íbúa í Helgafellssveit en samt aðalega innleiðing bara fyrir ráðhúsið í Stykkishólmi því að það er fullt af nýjum verkefnum sem koma að hana og hafa dreifbýlisráð til þess að aðstoða þá aðlögun. Takk fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust undir lið 19. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, svona aftur bara til áréttingar að því mér heyrist hér eitthvað misfærist það sem ég sagði áðan, skilningur ekki fyrir hendi. Það er ómöguleiki í því fólkin að kjósa í dreifbýlisráð eins og staðan er í dag. Þrátt fyrir að kosningar hafi farið fram í Helgafellssveit áður, þá eins og ég sagði áðan, voru lagabreytingar síðasta sumar að það ætti að setja sérstaklega samþykkt íbúakosningar. Þær íbúakosningar er að byggja á reglugerð frá ráðuneytinu. Ráðuneytið hefur verið að vinna að því síðasta haust, að setja þessa reglugerð sem að sveitarfélög geta tekið miða við setningu samþykktar íbúakosningar. Eins og bæjarfulltrúar eflaust muna eftir, þá var einmitt drög að reglugerð íbúakosningar, settar í samráðsgátt stjórnvalda, núna hvort það hafi ekki verið í desember og var að dagskrá þessa fundar hér til umsagnar, annarkvort væntanlega á fyrri fundunum í desember eða þá á síðasta fundunum í nóvember. Og ég veit ekki til þess að það sé búið að birta þessa reglugerð í stjórnartíðindum. Það voru gerðar athugasemdir við þessa reglugerð af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga og veit ég á hálfu KPMG og ráðuneytið er að vinna að uppfærslu á þessari reglugerð. Þannig að þegar sú reglugerð liggur fyrir, þá munum við setja samþykkt íbúakosningar í sveitarfélaginu og þá getum við kosið í dreifbýlisráð eins og lagt var upp með. Alveg sem ég sagði áðan, við bjuggumst ekkert við því í sameiningunni að það yrði þessi lagabreytingar. Þannig við hefðum bara getað að fara í íbúakosningu náttúrulega strax eftir sameiningunni bara síðasta sumar. Við frestum þessum liða því að var áttalega eftir að breyta samþykktunum
og meðan vorum breyta samþyktum stjórn sveitarfélagsins, þá kemur þessi lagabreyting, bara samþyktum í júní 2022, og þá kemur þessi ómöguleiki í ágúst á síðasta ári að við þurfum að bíða eftir reglugerðinni. Og þannig sitjum málið í dag. Og þetta er ekki aðalmáli, sko, við erum með félagsheimili skjöld, þar sem dreifbýlisráð er eiginlega stjórn þess félagsheimilis. Og við erum eiginlega búin að vera að bíða eftir því að geta stofnað þetta dreifbýlisráð til að ná einhverju fyrirkomulagi, til dæmis út frá bara, til dæmis eins og í fjárhagsáætluninni, gjaldtökun og skildi. Við gátum ekki spurt dreifbýlisráð sem hefur með hússtjórn á þessu félagsheimili í Helgavíkursveit, þessu sameiginlega sveitarfélags núna. Og við gátum ekki leita til þeirra hvernig myndi þið vilja hafa gjaldskrána fyrir næsta sumar eða næsta vetur, hvað viljið gera í húsinu og þar fram til göttunum. Þannig að það er búið að vera að bíða eftir þessu, en ómöguleikin er þessi, við erum að bíða eftir reglugerðinni svo við getum sett samþykktir íbúakosningar þannig við getum framkvæmt íbúakosningar. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Ef við að greiða atkvæði þessa tillögu, viljið þið draga hann tilbaka eða? Já. En það er ekki að vísa til dreifbýlisráðs sem er ekki til. Það er ekki í þeirri tillögu svo með, ef við að greiða atkvæði hana, hún er ekki svo út að segja. Já, bara þegar það gefur. Nei. Á ég að lesa upp til samstæðan þessari tillögu? Já, tillaga í lista er að þessu máli verði vísað til dreifbýlisráðs og með því langar okkur að íta á dreifbýlisráð verði sett á laggirnar. Hver er samþykkir þessari tillögu? Hver er á móti þessari tillögu? Við getum þetta hjá. Nei, tillagan er bara, þessu máli verði vísað til dreifbýlisráðs. Ég ætla að taka smá fundarlega. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu
sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru, jafnvel vatnið hér slóðir. Það lesi ég heldur áfram til hlé og lesi upp tillögu og ílistans. Tillögu okkar er að þessu máli verði vísað til dreifbýlisráðs og með því langar okkur íta á dreifbýlisráð verið sett á laggirnar. Hver eru samþykkið þessari tillögu? Hver er á móti þessari tillögu? Það er 4 á móti og 3 með. Þá lesi ég fundargerð. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, enda verður málið tekið til umfjöllunar í dreifbýlisráði eftir að það er stofnað. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 20, úthlutun byggðakvóta á fiskveiðiárinu 2022. Lagt er fram erindi frá matvælaráðuneytinu vegna úthlutunar byggðakvóta á fiskveiðiárinu 2022-2023 ásamt sérreglum sem samþykktar hafa verið af hálfu sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum framleiða tillögu eða ályktun skilyrði fyrir úthlutun aflamarks í tengslu við byggðakvóta vegna úthlutunar byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið tímabilið 2022-2023. Líkt og samþykkt var á 637. bæjarstjórnarfundi frá 21. febrúar 2022. Orðið er laust undir lið 20 úthlutun byggðakvóta. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Það er samþykkt samhliða. Það er komið að lið 21. Auglýsing starf skólastjóra. Skólastjóri samreikins grunnskóla og tónlistarskóla hefur sagt starfi sínu lausum. Vegna þess er þörf á að hefja undirbúning ráðningar í starf skólastjóra. Ráðning skólastjóra og starfsfólks í leik- og grunnskóla fer eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga og nánari fyrirmælum í samþykktum stjórn sveitarfélagsins. Með vísan til 57. greinar sveitarstjórnarlaga og 50. greinar reglna stjórn Stykkishólmsbæjar kemur það í hlut bæjarstjórnar að ráða skólastjóra grunnskólans.
Lögðu fram drög að bókun ásamt áætlun ráðninguna. Áætlunin gerir ráð fyrir að bæjarstjórn taki ákvörðun ráðningu en að forseti bæjarstjórnar og bæjarstjóra séu í samvinnu við hafninefnd sem skipuð almennum bæjarráði, falin undirbúningur ákvörðunar með aðstoð ráðgjafa frá Attendus. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum að forseti bæjarstjórnar og bæjarstjóra séu í samvinnu falið annars undirbúning ráðningar skólastjóra, grunnskóla Stykkishólmi í samvinnu við hafninefnd og skipuð verði ráðamönnum í bæjarráði og í samræmi framlaða áætlun og gera tillögur að ráðningu til bæjarstjórnar. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 21. Enginn hversu hljós. Forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra er í sameiningu falið að annast undirbúning ráðningar skólastjóra og samreikis grunn- og tónlistarskóla í Stykkishólmi í samvinnu við hafninefnd sem skipuð verður aðalmönnum í bæjarráði í samræmi við framlagða áætlun og gera tillögu að ráðningu til bæjarstjórnar. Hver eru samþykkið þessari ákvörðun? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 22, fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Bæjarráð samþykkti á 7. fundi sínum fyrirliggjandi fundaráætlun með áorðnum breytingum. Lagt er fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs frá janúar til júní. Enginn hversu hljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að liði 23. Heilsuefling eldri borgara í sveitarfélaginu. Lagt er til að bæjarstjórn samþykki í samræmi við framlagða greinargerð að sveitarfélagið styðji áfram við eflingu heilsu og velferð eldra fólks með því að styrkja íbúa sveitarfélaginu 67 ára og eldri árskort í Sund árið 2023 og 2024. Orðið er laust undir lið 23. Enginn hversu hljós. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða. Hver er samþykkið þessari tillögu? Og hún er samþykkt samhljóða. Það kemur á óvart. Þetta er mjög skemmtilegt. Það er kannski eins gott að það er komið að síðasta liða á þessum fundi. Liður 24, minnispunktar bæjarstjóra. Gerðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti. Það gerir hér grein fyrir minnispunktum mínu fyrir fyrsta mánuð ársins 2023. Breytingar á flokkun og endurvinnslu í Stykkishólmi og Helgafellssveit voru kynntar í lok síðasta árs. Notkun á 4. tunnunni hófst 21. desember 2022 og varð sveitarfélagið á meðal þeirra fyrstu í þeirri innleiðingu. Eins og við var að búast hefur innleiðingi gengið vel og enda hafa íbúar árabil verið öðrum til fyrirmyndar í sorpflokkun. Á þessu ári verða svo settar upp grenndarstöðvar þar geta íbúar losið sig við málma, gler og textíl og einnig verður tekið upp rafrænt klippikort sem að tryggir íbúum aðgang að gámasvæði. Unnið er á útfærslu á þessu. Skömmu fyrir jól voru lóðirnar Hjallatanga 48 og Hjallatangi 36 auglýstar lausar til úthlutunar en þær eru ennþá lausar. Þá samþykkti bæjarstjórn einnig að veita tímabundin 90% afslátt af gatnagerðargjöldum af velöldum lóðum og hvetja áhugasamir til að kynna sér þær. Þess má vænta að aðgata 5A og austurgata 6A verða einnig auglýstar lausar til úthlutunar í samræmi við afgreiðslu þessa fundar. Sameiginlegt
umhverfis- og skipulagssvið Stykkishólmsbæjar og Helgavíkursveitar, Grundarfjarðarbæjar og Eyja- og Miklaholtshrepps. Eða ekki að segja sameiginlegt umhverfis- og skipulagssvið Grundarfjarðarbæjar, Eyja- og Miklaholtshrepps og Sveitarfélagsins Stykkishólms. Leitar að kraftmiklum bæjarfulltrúa til að halda utan byggingamál og verklega framkvæmdir í sveitarfélagunum 3. Umsóknarfrestur til og með 7. febrúar. Hægt að kynna sér málin nánar á stykkishólmur.is. Og ráðningavefnum alfred.is. Og nú staða skólastjóra og tónlistarskólastjóra verður laust til umsóknar nú á næstu dögum í samræmi við afgreiðslu þessa fundar og síðan staða forstöðumannsmiðstöðvar öldrunarþjónustu og hvetja áhugasama til að fylgjast vel með þeim auglýsingum. Stjórn Lista- og menningarsjóðs kom saman til fundar þriðjudaginn 10. janúar síðastliðinn í ráðhúsi Stykkishólmsbæjar. Auglýst var eftir umsóknum snemma í desember og var umsóknarfrestur til 1. janúar í samræmi við reglur sjóðsins. Verkefni stjórnar var að fara yfir og meta þær tvær styrkumsóknir sem borist höfðu fyrir fundin. Niðurstaða stjórnar úthlutun var þessi að Eyrbyggja sögufélag og Skildi fekk styrkað upphæð 200.000 vegna refilsaums. Eyrbyggja sögufélag Skildi fekk annað styrkað upphæð 200.000 vegna hnitsetningar á örnefnum. Þáttakendum í heilsueflingu 60+ hefur farið fjölgandi undanfarin misseri og eru nú 38 talsins. Hópurinn samanstendur af skemmtilegu fólki þar sem gleðin ávallt við völd. Auk hefðbundina æfinga reglulega bryddað upp á ýmsum nýjungum. Í síðustu viku fekk hópurinn til dæmis kynningu á Rango sem verður keppnisgrein á landsmóti UMFI 50 ára og eldri í Hólminum dagana 23. til 25. júní á þessu ári. Nóg pláss fyrir fleiri þátttakendur í heilsueflingunni og áhugasami hvattir til þess að slást í hópinn, en það hægt að gera með því að setja sig í samband við Magnús Bæringsson, dómstund og æskulýðsfulltrúa, eða bara mæta á næstu æfingu og skrá sig þar. Símenntunarmiðstöð Vesturlands heldur nú námskeið í tæknilæsi fyrir 60 ára eldri og allt Vesturland og námskeiðin sem kostuð á félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu eru þátttakendum að kostnaðarlausu. Þetta er liður í átaki ráðuneytisins eflingu tæknilæsis hjá fólki 60 ára eldra allt land. Námskeiðin í Stykkishólmi fara fram í byrjun febrúar, en hægt að kynna sér málin nánar á vefsíðu sveitarfélagsins stykkishólmur.is. Og mér sýnist var ég að fjalla og hérna sjáum ég þá námskeiðin í Stykkishólmi á þá slæðinu hér uppi. Og lokum þetta. Hefði fyrir því að halda upp á bóndadaginn í leikskólanum með þorrablóti. Í leikskólanum starfar fólk með ýmsa hæfileika og kunnáttu. Á bóndadaginn komu þær Anna og Kari Rut með ýmislega skemmtileg til að sýna krökkunum í tilefni dagsins. Börnin fengu að sjá meðhöndlun á ull allt frá því að hún komin af kindinni og þar til hún orðin að bandi og flík. Þau fengu þau einnig að skoða ýmsa gamla og fallega muni. Allt þótti þetta mjög áhugavert. Í hádeginu var þorramatur í boði sem að vísu fór misvel í börnin, en grjóturinn og slátrið var uppistaðan svo að enginn fór svangur frá borði, svo það sé nú sagt. Hægt að skoða myndir á heimasíðu leikskólans. Þorrablót fullorðnafólksins fer síðan fram í íþróttamiðstöð Stykkishólms laugardaginn 4. febrúar næstkomandi.
Þar gerir ég ráð fyrir að muni vera fjörulegt og skemmtilegt þorrablót og þar sem nefndin hefur fengið drjúgan tíma til handritsgerðar og æfinga en síðasta þorrablót var haldið árið 2020. En efnistök og annað kemur í ljós 4. febrúar næstkomandi og hvet ég hólmara og helgkvetninga til þess að mæta á þorrablótið og eiga góða og gleðilega stund saman. Þar með líku minni yfirferði yfir þá mína minnispunkta fyrir þá janúar mánuð 2023. Takk fyrir þessa fínu minnispunkta. Orðið er laust undir minnispunktu bæjarstjórnar. Erla Friðriksdóttir, gerðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að tala sorpflokkunina og breytingu á henni og svona þessu innleiðingarferli sem eiga sér stað núna. Mér fannst það sjálfri ekki gott þegar ég heyrði það að við ættum eða gætum ekki lengur sett málmanna í sorptunnar fyrir utan heimilin eins og við höfum geta gert síðan 2008. Bæði held ég að það verður náttúrulega ekki eins mikil flokkun, það fer þá meira í almenna ruslið heldur en ef við getum sett þetta áfram í tunnuna fyrir utan. En svona er búið ákveða að hafa þetta og þannig munum við að sjálfsögðu vinna með það áfram. En ég hef hins vegar fengið mjög mikið af spurningum frá íbúum í bænum hvað á að gera við málmanna núna þegar engir grendargámar eru. Þannig að, og eins líka hef ég heyrt að því núna þegar er verið að taka grænu eða ef ekki að segja pappirs- og plasttunnurnar að þær eru skildar eftir og fólk er hlaupandi eftir ruslabílunum af því að tunnurnar eru eftir í húsin þegar ruslabíli fer og límið á tunnunum eða sé ekki hægt að taka hana vegna þess að það sé ekki nógu vel flokkað. Þegar að plasttunnan kom við húsin, þá voru mjög margir, hún kom hún kom ekki alveg leið, allavega ekki allstaðar, leið og græna tunnan voru lúsuð, þannig að margir voru farnir að setja plast í grænu tunnuna eins og venjulega áður en að plasttunnan kom, þannig að auðvitað er hún þannig núna þegar verið að losa hana. Þannig ég held að væri bara mjög til bóta að upplýsa íbúa sveitarfélagsins með einhvers konar tilkynningu á heimasíðunni. Og mér finnst það eðlilegt líka að það sé svona einhver smá svona innleiðingarferli þannig að það sé ekki bara akkurat núna í janúar að þá megi plast og pappír alls ekki fara saman. En það var allavega gott að fá þeir sem voru byrjaðir að nota grænu tunnuna áður en að heimtunnan kom, þeir þurfa þá að styrta úr og flokka upp á nýtt ef það á að losa tunnuna. En ég held að væri alveg ágætt að heyra í gámafélaginu hvort það sé ekki hægt að koma eitthvað til móts við fólk, svona allavega svona fyrst þegar þetta innleiðingarferli er að hefjast og það er held ég bara alveg nauðsynlegt líka að koma upplýsingum á heimasíðuna eins og til dæmis hvað á að gera við málmanna. Þurfum við að safna því og keyra því upp á snoppu eða megum við setja með pappanum eða bara, já, ég held að það sé fullt þörf á því að ég allavega biðlast til þess að það verði gert bara svo þetta gangi allt vel fyrir sig. Við viljum auðvitað öll að við stöndum okkur vel í sorpflokkun eins og við höfum verið gert í gegnum árin. Takk fyrir þetta Erla. Fleiri sem vil taka til máls. Jakob, gjörðu svo vel. Forseti, vil þakka Erlu Friðriksdóttur bæjarfulltrúa fyrir sitt innlegg. Bara til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa og aðra sem tilheyrendur og þá er það á döfinni að senda aftur út tilkynningu og upplýsingar þá sorpbyrðu, svona leiðbeiningar, frekari leiðbeiningar. Það voru sendur út upplýsingabæklingur þegar innleiðingarferli átti sér stað í desember og þar var tilkynnt sérstaklega að það þyrfti þangað til grenndarstöðvar verða settar upp að fara með þá málma upp á snoppu og þá þyrfti að halda því og gler líka og það er aðstæða upp á snoppu til þess að fyrir málma og fyrir gler. Einnig hvað varðar þá sem að
áttu sig ekki á því að það þyrfti að tæma grænu tunnuna eða voru búin að flokka vitlaust eftir að nýja tunnan var sett fyrir utan lögheimili, að þá er til staðar gámur hjá Íslenska gámafélaginu upp á Snoppu sem tekur við blöndu bæði þá plast og pappa og hefur staðið síðan að innleggingin átti sér stað einmitt til þess að íbúar gætu losa þá blandað pappa og pappa og plast ef þeir hafa blandað því saman eins og gert var í grænutunni. En það er á döfinni og vorum við mynd að funda bara það í dag að halda áfram að vinna að því að upplýsa og leiðbeina eins vel og við getum í samráði við þá Íslenska gámafélagið og það er þá bara upplýst hér með að það er á dagskrá. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja taka til máls, minnispunktum bæjarstjóra. Svo er ekki, þá er komið að lokum þessa fundar. Ég var samt að vona að það myndi ykkur spyrja hvað er ringó og hvað er refilsömmur. En ég veit hvað er refilsömmur, ég veit ekki hvað er ringó. Við lærum það kannski. En ég bara óska ykkur enn og aftur til hamingju með að vera að koma með nafn á nýja, sem bráði fyrir að vera bara gamalt, nýja sameinaða sveitarfélagið okkar. Og minni á að þetta nafn er náttúrulega fyrst og fremst nafn á kennitölu sveitarfélagsins. Þetta er stjórnsýslunafn og Helgaðarsveit og Stykkishólmur verða alveg áfram til og það er mjög gaman að þessum 7 bæjarfulltrúum sem eru í dag þá eru 2 okkar eru fædd og uppalin í Helgaðarsveit og 2 eru búsettir í Helgaðarsveit og þannig að þetta er bara svona ljóst dæmi að þessa sameiningu hvað við erum farin að vinna vel saman og við komum til að gera það í dreifbýlisráði þegar það verður stofnað líka. En eins og ég bara minna það að Helgaðarsveit og Stykkishólmur verða áfram til og Hólmar og Helgafell líka verða áfram til. Skemmtu sér vonandi vel saman á Þorrablótinu og þá þakka ég bara fyrir góða fundarsetu og slít fundi klukkan 18:57. Takk fyrir. Og passaðu ykkur á veðrið.